Kjartan Atli, fjölmiðlamaður, rithöfundur, fyrir körfuboltaleikmaður, körfuboltanörd kannski betra. Já, ég held að mig alveg nota það orð. Sem sá ég á Instagram að þú skilgreinir sem Force of Nature. Já, það er bara eitthvað gammal húmor. Velkomin 24/7. Já, takk hérlega. Heyrðu, mér langar til að hjóla mér bara beint í þetta. Já. Þannig að botnaði þetta, fjölmiðlar eru. Mikilvægir. Já. Af hverju eru mikilvægir? Út af því að þeir eiga að veita aðhald og spyrja spurninga, fjölmiðlar fólk. Fjölmiðlar líka mikilvægir, ég meina fjölmiðlar eru líka það sem að við skilgrunum sem kannski skemmtiefni og hafa ofana fyrir fólki, það er mikilvægt. Við höfum séð það á COVID-tímum, hvað er mikilvægt að hafa eitthvað til að gera og gleðast yfir. Þú byrjaðir, sko, þú fórst inn í þetta, byrjaðir inn í brennslinu, var það upphafið eða var það líka, eða var komið körfuboltakvöld undan? Sko, þetta byrjaði allt bara þegar, sko, minn fjölmiðlaferill byrjaði, sko, ég á alveg ætti mín að rekja í blaðamennsku. Amma og afi eru bæði, ég held að geta kallað bara, þau bæði góðsagnir í blaðamennsku. Amma var svona frumkvöld í neytendablaðamennsku á Íslandi og afi var frumkvöld í íþróttafréttamennsku. Hann var einn af þeim sem stofnuðu samtök íþróttafréttamanna. Hann var fyrsti formaður samtakana í man ekki hvað mörg ár. Þannig að þau tvö voru svona eftir á hyggja, þegar maður horfði tilbaka, þá voru þau svona innblásturinn í að fara inn á þessa braut, að feta þessa braut sem að fjölmiðlamennska er. Og minn ferill byrjaði, ég var að skrifa skólablöð á gömlu Macintosh-tölvuna heima sem enginn las, bara fyrir mig. Settu upp eins og mokkan með litla móla og fréttir. Ég var einu maður sem las blaðið því að það fekk enginn að sjá það. Ég var alltaf að testa sjálfa mig að skrifa fréttir. En svo gerði þetta fyrsta atvinnu, man ekki hvað ég var gamall, kannski 19-20 ára. Svoleiðis. Þá fór ég á DFF í sumarstarf. Mikael Torfason og Jónas Kristjánsson voru ritstjórar. Þá voru góðir félagi mínir þar, Dóri DNA. Hann var svona eiginlega ástæðan fyrir fórhaldinn, hann var komið vinnu þarna og hann sagði mér hvað þetta var skemmtilegt og þá hoppaði ég bara á þetta og sendi post á Mikka. Og svo var þarna Sóli Hólm, Hjörvar Hafliðason og svo eldri og reyndari blaðamenn sem maður lærði mikið af. Ég sat inn á bás með Eiríki Jónssoni, þarna var Jakob Bjarnar, Bergljóð Davíðsdóttir, Garðar Örn Úlfarsson, svona mikið af frábærum blaðamönnum, Andri Ólafsson, Breki Lógason sem maður lærði mikið af, Karin Kjartansdóttir. Þannig að þetta var svona mikið af öflugu fólki sem maður bara svona komst í kynni við og þetta var fyrir netið. Þannig að maður lærði svona blaðamennsku upp á gamla mátan, að hringja símtölin, svona verði þessu út fréttir annan hátt enn í gegnum Facebook, skilur ekki það, ég meina það er bara veruleikinn í dag, en þá til dæmis eins og þegar maður var að skrifa löggufréttir, í dag eru löggufréttir þannig að fjölmiðlar fá bara að senda hann pakka frá löggunni og endur segja sem löggan er að segja. En í gamla daga, ef við notum það skemmtilega, það skemmtilega hugtak, þá þurfti maður að hringja á bara svona símaskrá, öll lögregluembætti á landinu og yngstu blaðamenn voru settir í það sem kallar löggucheck og hringdi maður hvern einasta stað á landinu, er eitthvað að frétta við ykkur og þeir bara svona, já, nei, það er ekkert að frétta og reynda 9 mann sem virti ekki stöðuna skildu og það bara, já, það er frétt, nú, ok, þannig að maður gæti þá spurt líka spurninga og þá var lögreglan tilbúin að svara í síman og svona, það er greinilega svona annar, kannski er annar veruleiki í dag fyrir lögguna líka, það er kannski bara ómikið að gera. En þá allan gat maður hringt í lögreglu embættin og líka þá spurt spurningu og veitt aðhald ef að tækifæri var til þess. Þannig að ég er svona þakklátur fyrir að hafa lært fjölmiðlamennsku á þann hátt. Síðan svona, já, ég hélt áfram hann eftir þetta sumar, var í háskólanum og var svona alltaf með annan fótinn inn á DFF að skrifa fréttir og fylgjast með og vildi aldrei fara í íþróttafréttir. Mér fannst það alltaf að vera svona, ég vildi alltaf halda því fyrir mig. Mér fannst
það verið að vinna að skrifa fréttir eitthvað sem var í veruleikanum og svona fyrir utan mitt áhugasvið og ég vildi ekki einhvern veginn blanda því þá og svona reyndi svona að halda því alveg þar til núna kannski fyrir nokkrum árum síðan að þetta svona það var einhver kaldur samruni hana í mínu lífi en svo DFF lagt niður í þeirri mynd sem það var og þá misti maður vinnuna og svona flestir af ungu blaðamönnunum misti vinnuna þarna, það kom alltaf út daglega og þegar var breytt í vikublaði eða tvisvar í viku eitthvað svoleiðis og fækkaði starfsliðinu og svona og þá það var svona höfnun fyrst skipti sem maður misti starfið og þá var ég svona frekar reiður bara úti í fjölmiðlamennskunni, ekkert reiður ég svona hugsa, ok, þetta er kannski ekki fyrir mig ef ég var látinn fara, það var reyndar eiginlega allir látinn fara ég svona hugsaði ég hefði viljað vera einn af þeim örfá sem voru áfram og kannski var ekki bara nóg góður og svona þannig að ég upplifði einhverja höfnu þar og saltaði svolítið fjölmiðlaferilinn ég fór bara og hélt áfram og nældi háskólann var að spila körfubolta var að þjálfa svo það ekki aftur fyrir 2013 að þá 2012 kannski frekar eitthvað á því bili, 2012-13 þá Mikki Torfa komin inn á Fréttablaðið var ritstjóri þar með Ólafur Stephensen og ég sendi honum línu á Facebook spurði hvort að hann vantaði blaðamann og hann sýnaði það í nokkra daga og ég sagði, þar fór það en svo hringdi hann bara í mig svona 4 dögum seinna sagði, mæting á morgun, kemstu bara eitthvað svona sko og síðan þá hef ég ekki litið tilbaka þannig að þetta að vera komin áratugur núna samfellt og blaðamennskan var grunnurinn og síðan hef ég farið í ljósakamiðlana og fórstu þá að skrifa eða fórstu þá að vera með venjulega fréttir eða fórstu þarna líka yfir í sport? Nei, ég byrjaði þarna og ráðinn inn á það sem heitir Innblaðið sem eru semst öftustu síðurnar og það var alveg magna teymi Álfrún Pálsdóttir sem frábær blaðakona var ritstjóri Glamour, Ólöf Skaftadóttir önnur mögnuð blaðakona sem núna með Innherjan á Vísi Lilja Katrín Gunnarsdóttir sem var ritstjóri DFF og núna útvarpskona á Bylgjunni Gunnar Leó Pálsson var þarna þetta var trommari og gleðigjafi úr Breiðholtinu þannig að þetta var 5 manna teymið sem var þarna að ég byrja og svo gaman að sjá hvað svona allir fóru svo sikkur áttina í fjölmiðlum nema Gunnar Leó, hann bara í músíkinni á fullu að einhvern veginn þá var þetta greinilega það gott lið þetta svona svo þegar knattspyrnulið ala upp svona einhverja árganga eða bara íþróttalið voru ekki Timo Werner og Joshua Kimmich saman í Stuttgart ef mann rétt þannig að það komast stundum upp bara svona lið sem er ótrúlega góð og þarna var maður bara í kringum ótrúlega hæfileikaríkt fólk og þá þurfti maður líka svona að stíga upp og verða betri og því að maður sá allir í kringum maður voru betri og það var svona heilbrigð samkeppni þannig að það var svona byrjunin á fréttablaðsferlinum og svo þegar ég búin að vera þar ég fyrst ráðinn í 3 mánuði og síðan var það bara framlengt, gekk mjög vel og þá mátti ég í rauninni velja mér hvað ég vildi gera svona allavega að hafa eitthvað input í því hvort ég vildi vera áfram á Innblaðinu, skrifa almennafréttir eða hvernig sem það var og þá var maður sem heitir Kristján Hjálmarsson sem er algjör meistari hann var ritstjóri Vísis og þá var það skrítið að hugsa þetta það ekki lengra síðan en eitthvað 8 ár að þarna var Vísir ef við slettum afterthought þannig að varst þú sem blaðamaður að skrifa í Fréttablaðið og svo fóru greinarnar yfir á Vísi og það var svona kannski, ég segi ekki lítið niður á Vísi en það var svona pottþétt samt fínna að skrifa í Fréttablaðið í hugum allra. Það er svona svolítið erfitt að setja sig einhvern veginn, spóla svona tilbaka út þessi ekki langt því að það er bara svo mikið í gildismatinn okkar sem er breyst á þessum tíma og Kristján Hjálmarsson selur mér það að bara fara yfir á Vísi og þá byrja ég þar
og þar var ég bara í almennum fréttum og þá ertu, sérstaklega eins og þá var ekki stór deild á Vísi, kannski 5 eða 6, ég veit það ekki nákvæmlega, og þá varstu bara svona að rumpa öllu af sem gast rumpa af í daginn og mikil framleiðslu krafa en mjög skemmtilegt og lifandi og móti því að skrifa blöðin að þá svona getur þú stýrt álaginu kannski við daginn, þú veist þú ert að fylla 2-3 síður og svo bara hægt og rólega púslar inn í það en á Vísi þá þarfst alltaf að vera að pósta og það var skemmtilegt og lifandi og svo byrjaði fyrsta sjónvarpsútsendingi mín þannig voru Edduverðlaunin 2015 að þá kom ég sem sagt inn í beinútsendingu með Eddu Sif, vorum hann á Rauðadreglunum og það var ákveðin skóli, það var mjög gaman og svo upp frá því verður körfuboltakvöld til og þegar ég er búin að vera í því ár þá fer ég í útvarpið þannig að það ferillinn, svo var ég 5 ár þar eða 4,5 og núna er ég eingöngu í sportinu á Stötu Sport og nú er ég búin að brjóta þetta lögmál eða þessar reglur sem ég setti mér í byrjun að blanda ekki saman áhugamálinu og starfinu en það er bara gaman. Og hvernig hefur það skipt verið? Finnst þér að hafa brotið þessa reglu? Bara skemmtilegt, sko. Maður bara lifir fyrir þetta og ég hef ótrúlega gaman að sporti og náttúrulega, sko, ég er alveg upp á knattspyrnu heimili. Pabbi var fótboltamaður og fótboltinn var svona fyrsta ástin, þannig að ég horfi alveg mjög mikið á, ég er nýkominn að leika í enska boltanum og ég horfi mjög mikið á knattspyrnu og eins og þegar maður er með meistaradeildina þá er þetta bara svona, maður verður að taka rúndin helgar, kíkja hvernig allir leikir fóru hjá meistaradeildarliðunum og hvað er að gerast í Þýskalandi, hvað er að gerast á Ítalíu og Spáni og sem helstu deildum og hvern, þú veist, er Ajax ennþá að dominera hollenska boltan og allt þetta, maður er alltaf að tjekka á þessu og ég var hvað sem er að gera það, þannig að þetta er bara gaman, þetta er samt pínu öðruvísi því að maður slekkur aldrei á þessu, maður slekkur aldrei á vinnunni, það er alveg svona það er alveg ákveðin galla einhver leitin, það er líka mikill kostur og forréttindi að vinna við áhugamálum sín, þannig að ég kvarta alls ekki, en það er svona ástæðan fyrir ég sett þessa reglu var til að geta komið heim úr vinnunni og verið ekki í vinnunni, en já, þetta er samt ógeðslega gaman. Já, það er örugglega fín lína því að maður brennur fyrir það. Já. En að samanskæpa þá losnar maður kannski aldrei við að vera laus úr vinnu, sko. Já, og þá þarf maður að vera duglegur að, eins og við reynum að fara fjölskyldan allan eins og fyrir COVID fórum við alveg 2 svar út á ári helst til Flórida það bara slökkt á símanum bara frí reyna að pæla ekki neinu en ég var samt mjög erfitt með það, þú veist, eins og þegar ég er út í Bandaríkjunum þá er ég alltaf vakna ég byrja að kveikja á öllum íþróttaþáttunum sjá hvað er að gera í Bandaríkjunum er eitthvað sem við erum ekki að gera sem þeir eru að gera og svo framvegis, þannig að maður er alltaf einhvern veginn að pæla í þessu og svo verður það bara veruleikinn og ég held líka að það sé kannski bara framtíðin í lífi mjög margra, skilur, að við erum, eins og bara við séum núna á þessum síðustu 2 árum eftir að fólk voru að vinna meira heima, þá eru mörkin á milli vinnunar og einkalífsins, svona þau eru afmást hægt og rólega og líka mörkin á milli, þetta var mjög skýrt eins og við vorum að tala um þess að tíma þegar ég byrjaði blaðamennsku, mörkin á milli þín sem netpersonu og personu í lífinu voru mjög skýr, þau eru líka svona einhvern veginn að verða reikmettuð, þannig að þau skilja, nú sérðu ekki alveg hvar skilin liggja, þannig að þetta er svona við sem personur og hvernig við skilgrunum okkur og hvað við erum, bara manneskjan, það er að breytast og það er að gerast til mér eins og bara held í öllum öðrum, sko. Algjörlega, við þurfum að tala við fólk svo sem líður aldrei eins og sé í vinnunni, sem er, myndi ég segja, kostur upp á vissa móta, kostur. Síðan er það alltaf þetta að vera það, líði ekki á svolítið vinna, að vera það mikið í vinnunni, að það fyrir að bitna og kannski bara fjölskyldumönnum og eitthvað svoleiðis, sko, að maður fara að prófa niður sig, sko. En ég held að sé en þetta er eins og með allt, sko, þetta ég held sem meira gott heldur en slæmt, sko, en það er alltaf hægt að finna eitthvað það sem er orðið of mikið í rauninni, basically. Setja mörk. Já,
Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir á henni? Þetta mjög öðvöld spurning. 1984 eftir George Orwell bara uppáhaldsbókin mín og hefur alltaf verið. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var 10. bekk, kannski sumar eftir 10. bekk, og var til heima í gamalt eintak upp í bókahillu. Það var seint kvöld, man ég átti erfitt með að sofa og fór inn í sjónvarpsherbergið sem voru svona bókahillur og sá 1984, vissi ekkert þessa bók fyrir tíma Google, maður gæti ekki googlað þetta og þetta var fæðingaári mitt, byrjaði að lesa hana, heillaði strax og ég tók hana með mér, þetta eintak eiginlega á mjög marga staði þarna. Ég var mikill pælari á mínum yngri árum, mikill marxisti og ýmislegt annað, svona, var mikið að pæla í stjórnmálum og fleiru og ég svona heillaðist mjög af henni því að þarna sá maður sko hvað frelsist þráin er sterk í manninum og hvað er mikilvægt að leyfa hugsunum að vera frjálsar og gerði mig grein fyrir þessu bara hana strax íla svona og ég tók hana með mér eins og ég manni fórum á í undankeppni EM í U17 ára landsliðinu, ég tók hana með mér til Spánar, var að lesa hana á hótelherbygginu og í rútunni og fluginu og einhver fleiri keppnisferðalög sem ég var með ákvarðat þetta eintak og þetta hefur alltaf verið svona mín bók og þegar ég hef farið í útskriftarveislur hjá krökkum sem ég kennti að þjálfa þá gef ég þessa bók þegar mér finnst vera, þetta er svona mikilvæg skilaboð að við mögum aldrei gleyma því að frelsisþráin er sterk í manninum og að ef við fáum ekki að hugsa, hvað erum við þá? Þetta er 1904, þetta er bóka sem er unni dystopía eða ekki og það er sem sagt, þú lifir í heimi sem allt stjórnað af einhverjum Big Brother, stóra bróðir og þau eru að fylgjast með svona teleskópum með öllu sem þú gerir og eru með svona skjá inn í herbygginu og þú mátt ekki hugsa ranga hugsun, mátt ekki og sko allir nákvæmlega reyna að grípa hvern annan, hann er að reyna að grípa hvort að gera eitthvað ólulegt, að hugsa eitthvað ólulegt, að segja eitthvað ólulegt. Svo eru svo 3 veldi sem er bara skiptast á að berjast innbyrðis, þannig að þú heldur alltaf með einhverjum og það er alltaf þessi ytri ógn sem er notuð sem réttlæting fyrir því að stýra fólkinu. Þetta er svona magna hvað gæinn hann skrifar þetta sko 4. áratug 20. aldar og bara hann er rauninni pína spá fyrir tíma sem einhverjir segja gæti verið að gangi hönd núna og það er alveg líkindi með þessu nema í staðan fyrir að sé endilega einhver stórbróður þá erum við sem kollektív sko við sem heild einhvern veginn farin að vera pínu stórbróðurinn sko á einhverju leyti sem að, ég meina ef það var eitthvað sem fjall utan ramma lagan eða sko sem að lögreglan náði ekki yfir eitthvað, þá er það náttúrulega jákvætt að einhverju leyti, en við megum ekki fara, við sjáum bara eins og þessi umræða í kringum bóluefni og allt það að fólk skiptist í fylkingar og svona að það sem að við erum að pæla mjög mikið í hvað við erum að gera við hvort annað erum að gera, þannig að það er alveg hægt að teikna upp ennum heim sem að Orwell sá fyrir, sko. Algjörlega, það er, ég meina, ef við tölum bara sko skoðanir yfir höfuð, eða hugsa upp á þetta, eða tala hluti, eða, þú veist, það er rosa erfitt stundum, skilur mig, þannig fyrir fólk að vera með einhverja skoðun sem er ekki rétt. En ég held að það hefur bara alltaf verið. Já. Ég held að við erum mjög uppteknir og það sem ég reyni alltaf að forðast bara í mínu lífi, er að reyna að forðast að við séum í svona einhverjum recency bias. En ég held samt að það sé bara mjög erfitt að flýja það, skilja, við erum einhvern veginn bara á þeim stað á þeirri stund sem við erum á og manni finnst núið alltaf að vera sterkar heldur en fortíðin en, og einhvern veginn eru margir sem halda einhvern veginn að allt sem að gerist í fortíðinni sé einhvers konar undanfarað því sem er að gerast núna, það er ekkert endilega þannig að tíminn
og bara þróun mannkynsins sé bara tröppugangur og nú séum við ennþá betur en við vorum hér, skilur. Það eitthvað sem betra en kannski eitthvað sem ekki betra, en ég held að það hefði bara alltaf verið frekar erfitt að hafa skoðanir og bara vera öðruvísi en þeir sem eru í meginströmmnum. Þú veist þannig að við höfum bara, held ég, eins og í dag, þá auðveldar að koma skoðanum á framfæri og það líka auðveldar að challengea skoðanir sem eru öðruvísi. Við erum með þar á skjá fyrir framan okkur allan liðlangan daginn og við erum með, eins og við tala áðan með Vísi og munun að vera á Vísi og í fréttablaðinu það þessi framleiðslu krafa á Vísi og df.is og rúf.is og mbl.is og öllum þessum fréttamiðlum. Þeir þurfa alltaf að vera on, þannig að þeir pick upp allt sem að gerast og þeir varpaði strax út. Þannig að það svo mikið áreiti af skoðunum og svo líka þá andsvörum og það svo margir sem vilja chip inn að þetta lítur kannski út sem einhver hálfskepla af svörum. En aðalatriði finnst mér þetta snúast bara fólk sé ekki hrætti að segja skoðunum sínar en ég held að fólk hafi alltaf verið pínur hrætti við það, skilur. Við sjáum bara meira að því núna. Já. Þannig að, já, en hef ekkert fyrir mér í því, bara einhverja skynjaða tilfinningu, sko. Nei. En mér finnst að þessi bók greip mig líka mikið, sko. Ég las hann eiginlega bara einni beit bara á leiðinni heim úr flugvél, sko. Og maður illa áhugaður, sko. Og með svo góðar pælingar. Hefurðu, þegar fólk talar oft að lesa þessa á Brave New World, hefurðu tekið Brave New World? Hún það utopíu, basically, þar sem hún fær bara allt og það ekkert vesen og hvað það líka í rauninni vont, sko. Þannig að það svona kontrastar á við 1984 en mér fannst persónulega 1984 betri. Heldur en hún Ég þarf að tjekka Brave New World, sko. Við sjáum alltaf fyrir okkur þessa utopíu, sko, þegar, og maður einhvern veginn ólst upp við það að hugsa út því, sem segir, maður las Marx og pældi mikið í þessu, og maður sé yngri árum. Og það var alltaf þessi utopíu pæling, skilur, þegar við erum komin út úr viðjum nútímann, sko, komin inn í bara næsta lífurauninni, að þá bara gerir fólk það sem það getur og fær það sem það þarf. Og þá sá maður fyrir sér, ok, þá verður maður bara eitthvað, þú veist, að lesa ljóð og skrifa ljóð og eitthvað svona, en svo verður raunin bara því, eftir sem meiri tíma við höfum, þá fyrir við að rífast meira, skilur að það þarf einhvern veginn að finna einhvern balans í þessu. Ég held að, þú veist, ef við myndum hafa bara gott, geta fengið allt hvernig sem við mörg hver getum, sko, en það verður bara ekkert vesen í lífinu, þá myndum við bara búa til vesen, sko. Við myndum bara byrja að, þú veist, gera eitthvað sem myndi bara skemma fyrir okkur og þurftum að vinna fyrir hlutunum, sko. Því að strögglið gerur okkur á manneskjum og ég segi það við krakkarna sem ég þjálfa að eins og í körfubolta skiptir mjög miklu máli að vera eða það svona hjálpar mikið til að vera kannski hávaxinn eða eitthvað þess og krakkarnir sem að kannski eru sein að stækka og svona, ég segi alltaf við þau ef þú elst upp að hlaupa upp brekku svo endanum kemur á jafnsléttu þá ert þú búin að æfa þig svona menn allir hinum voru svona, skilurðu þannig að þegar þið komið í jafnsléttu þá ert þú bara búin að hlaupa erfiðari leið og ert í betra standi þannig að njóttu þess að vera með mótundin í fangi, það ógeðslega erfitt stundum og hundleiðilegt en maður þarf stundum að njóta þess eða bara embracea, bara þakka fyrir það að fá höggin. Fá ströggli, já. Ég held að sé einmitt þetta, sko, þú veist, við tölum að þroskamun líka, sko, eins og í íþróttum, sko. Að mínu viti, út af þessu ströggli sem þú þarft að hafa á þessum árum eða á þessu tímabili sem þú ert minni og þarft að finna nýja leiðir og ert að ströggla og síðan þroskatu seinna meira, þá ertu komið með bara tvöfalt vopn til þess að ná árangur í íþróttinni, sko. Akkurat. Þannig að ég þú ætla ekki að segja hvort þetta er betra og hvort þetta er verra, en ég held að sé jú, að mínu mati er bara betra að þroskast það seinna, sko. Ég held að það sé bara akkurat þannig, sko, og það er þetta líka þessi andlegi styrkur að þurfa að standast það að vera á móti að svona vera með ekki því líkamlega kannski akkurat með manni liði, sko, og það er ekkert endilega bara því að þegar við erum að tala íþróttakrakka, sko, að markmiðið er ekki að búa til leikmenn, heldur að hjálpa þeim að vera betri manneskjur og ef þú þarft að standa í þrátt fyrir það að þú sést kannski með eitthvað sem að hjálpa þér ekki, krakki,
þá líka bara lærir það, ok, þetta mótlæti, ég þarf að gera þetta til að sigrast á þau og kannski ekki endilega, hvað að sigrast á því, það líka spurning, skilur, þarf endilega að verða eitthvað best eða bestur og svo framvegis, þannig að það bara að fá mótvind, það getur gert manna betri mannesku þegar upp í staðið og út af það gengur þetta allt. 100%. Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem vart öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, ég hélt alltaf að fullorðna fólki var með allt á hreinu. Þegar maður ólst upp sem barn. Og ég veit ekki hvort það var þegar ég var ungur að allir fullorðnir voru bara eitthvað með meira á hreinu. En maður er séð núna að fullorðið fólk ekkert með allt á hreinu og maður séð það bara sjálfum sér, sko. Já. Maður gerir mistök og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé svona stærsti lærdómurinn í mínu lífi. Já, algjörlega. Maður heldur alltaf að líka bara fólk í alls konar stöðum og í alls konar fyrirtækjum eða þjálfarar og þeir séum bara með allt tipp-topp, sko. Það eru bara manneskjur svo við, sko. Já, það er mjög merkilegt einhvern veginn að pæla í þessu öllu saman. Ég myndi hlusta á Ralf Rangnick sem var að taka Manchester United og hann var að hlusta á fyrsta blaðamannafundinn hans og hann var að tala sko, já, ég horfði hérna á City-leikinn og Liverpool-leikinn og Watford-leikinn bara svona án ég vissi að ég var að fara að taka United bara því ég hef áhuga og þá var svona fyrir maður að hugsa, ok, þú veist, auðvitað er hann bara eitthvað heima hjá sér að horfa á sjónvarpið og er svona að velja sér einhverja leiki, veit ekkert hann að fara að taka Manchester United, sko, og hefur ekkert séð, maður hugsaði bara, hefur hann ekki séð alla leikina sem United, bara hann taldi upp einhverja 3-4 og þetta er bara svona fyndi einhvern veginn, hvernig maður sér hlutin einhvern veginn fyrir sér allt öðru sér og komin upp á eitthvað stig og það er allstað bara á öllum levelum er fólk sem er mannlegt, gerir mistök og tala ekki þú veist, eins og maður horfði á sjónvarp þegar maður var lítill og maður bara, ok, þetta eru bara einhverja hetjur, ég mun aldrei geta þetta. Svo þegar maður er komin á stað og sér maður bara, ok, þetta er bara starf og svo þarfstu bara að vera góður í því og svo framvegis. Þannig að þetta rann upp fyrir manni og mér finnst líka bara svo margt í lífinu ég er rosalega svona sumt sem ég skil ekki sko bara sem, því að mér finnst fólk oft svona að taka afstöð í málum sem að ég ógeðslega erfitt með að taka afstöð í og þess vegna kannski er ég bara svolítið bara svona út í horni einhvern veginn og bara einhvern veginn að fylgjast með öllum til dæmis eins og IceSave málið til dæmis, ég reyndi að lesa IceSave samningana til að taka meðvitað afstöðu, ekki láta þá sem voru að lesa fyrir mig og segja mér hvað ég ætti að gera, hafa áhrif á mig og ég er bara svona, ok, ég skildi ekki alveg allt hérna og var að reyna einhvern veginn að skilja þetta og endaði bara með því að ég bara svona, ég treysti mér ekki til að kjósa það hérna, ég er ekki alveg klára á hvort er rétt eða rangt. Svo líka hérna forsetakostningar, þegar Guðni TH kemur inn sem forseti þá var eitthvað svona verið að debatta málskotsréttin frambjóðendur voru að pæla eða svona voru sjálfur einhvern veginn að ákvarða hvernig þeir ætla að nota málskotsréttin og ég er bara svona ok, væri ekki betra áður en við kjósum að við myndum sem þjóð ákveða hvernig við viljum hafa þetta en ekki bara leyfa einni manneski eftir sínum behag því að kosningaloforð eru svikin ansi oft sko að einhver ein manneski fá ákveða hvernig hún nýtir þennan mikilvæga rétt þannig að því að Vigdís Finnbogadóttir var með einn hátt, Ólafur Ragnar með einn hátt og ég hugsaði, var ekki betra að við geymum það að kjósa en það var ekki gert og ég skildi það aldrei þannig ég hugsaði, ok, ég ætla þá ekki að taka átt í þessum kosningum því að mér finnst við ekki vera að gera það rétt ekkert fúllega neitt bara, svona mér fannst þetta að vera svona skrítið, það er alls konar svona hluti sem ég bara svona sitt svona til hliðar og bara svona, ok, á hverju er þetta svona og eftir því sem það gerist ofta, þá er ég bara svona, ok, ég ætla bara að fókusa á það sem að ég er alveg viss í lífinu og sem að ég get svona haft einhver áhrif á og svo leyfi ég bara þá öðrum að hafa áhyggjur af þessum málum sem ég bara svona, ég er menntaður stjórnmálafræðingur og það er ýmislegt sem í kosningum maður bara svona, okkur er þetta svona, okkur er þetta hinsegin og auðvitað á maður að taka afstöðu í kosningum allt það en stundum finnst mér bara einhvern veginn fara í eitthvað lið, vera í liðinu og við erum einhvern veginn að komast að bestu niðurstöðunni. Þannig að ég hef bara tekið það á mig að það er bara fjölskyldan, stelpurnar mínar, kona mín,
krakkarnir sem að þjálfa, það eru þættirnir sem að gera stöðu sport, það eru bækurnar sem að skrifa og ég svona reynir bara svona að ramma sjálfum pínu inn, því að ef ég að horfa mikið í kringum þá er ég bara svona, ok, ég er pínu lost hérna. Ég skil því. Þannig að þú sleppur tökunum aðeins að því. Og líka kannski kemur áhuga á punkt sko með að afla sér upplýsingar eitthvað til þess að geta haft sína eigin skoðun á einhverju, en ekki bara vera með einhverja skoðun sem einhver hópur með til dæmis, eða af því að þú fylgir þeirri hugmyndafræði eða eitthvað svoleiðis, að geta út því, það er oft spurt mig, hvað er þín skoðun á þessu byggi? Ég hef ekki bara gefið mér tíma til þess að gefa mér til þess að skoða þetta með mínum eigin augum og gefa mér það miklar upplýsingar. Ég get tekið einhver afstöðu með þessu og annarlega skilji ég bara allar hliðar sko. Já, ég er ákveður þannig líka og mér finnst bara, ég skil alltaf og þess vegna kannski er ég í þessu starfi sem ég er í að spyrja spurninga. Að mér finnst skemmtilegra og merkilegra að heyra hvað aðrir hafa að segja heldur en hvað mér finnst sko. Þannig að ég vil freka bara ég er oft eins og við erum bara í einhverjum þáttur sem ég er í, körfuboltakvöldi eða meistaradeildinni eða whatever, þá er ég meira bara svona að pick their brains, sko. Ég er meira bara svona, ok, ég ætla að sjá hérna, hvað segir Óli Kristjánsson, Scott McTominay, ég veit ekkert hvað mér finnst hann, sko, eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að, og svo er þetta, og svo er ég bara svona, ok, og fer svo sjálfur kannski og horfi og pæli því sem Óli segði og svo reyni ég að mynda með skoðan á því einhvern tímann seinna, skilur. Þannig að já, bara margt í lífinu sem ég er svona eins og bara til dæmis með samfélagsmiðla það er öll húsfélög komin á Facebook og foreldrafélög jafnvel og maður setið til hliðar og ég lokaði öllum samfélagsmiðlunum mínu bara fyrir svolítið löngu síðan byrjaði á því að loka Facebook byrjaði að loka Instagram held ég, svo Facebook og svo Twitter, þannig að ég er búin að vera alveg í ár svona samfélagsmiðlulaus, kem í kringum jólin til að plugga bækurnar, síðustu jól hreina körfu og svo núna saman í liði og bara, og ég tilkynni það bara í statusherri, ég mættur til að plugga bókina mína, bara svo fólk geta bara unfrenda mig en hann ekki lesa það sko og maður svona, þá kemur maður inn og maður sér bara svona, ok, því að ég er rosalega mikið einhvern veginn, þú veist, ég er fyrir utan samfélagsmiðlan, ég er meira bara að lesa fréttamiðlan okkar og fá upplýsingar þaðan og þannig að maður sér bara svona, eins og núna þegar ég komin á Facebook, bara ok, maður er ennþá inn í einhverjum svona foreldragrúppum og eitthvað svoleiðis, það er alveg svona frekar skrítið að við erum bara með eitthvað fyrirtæki út í heimi sem að á þessi gögn og er bara með fullt af upplýsingum okkur og getur stýrt auglýsingum sem við fáum og þegar maður er bara svona, ok, þurfum við ekki aðeins bara svona að bremsa okkur af og taka ákvörðun hvort við viljum gera þetta, en lífið heldur bara einhvern veginn áfram, tannhjólið snúast og þetta er svona eitt af því sem ég er með að botna í svona, okkur við erum komin okkur að hingað með þetta allt saman, en við erum komin með þetta hingað og það skiptir einhver máli að ég hafi einhver skoðun eða ekki, lífið heldur áfram. Þetta er meira sem að það er að sleppa smá tökunum á. Já, ég get ekki eftir ágjörð á þessu. Nei, að þetta er svo stórt og kraftmikið og ég velti fyrir mér sko, já, þannig að hún vilt ekki að Facebook geti fylgst með þér svo að það herjaði auglýsingum sem... Nei, ég bara, eða er eitthvað sem að sagan hefur kennt okkur, þá er það valdspillir. Bara valdspillir fólki, eða með valdi yfir einhverjum. Þá á endanum þá mun það stíga til höfus, held ég sko og ef þú ert með allar þessar upplýsingar og ef eitthvað verður of stórt og nær of miklum völdum á daglegu líf okkar og þá maður bara svona spyrja allan einhverja spurninga og fá einhver svör og svona, ég meina það er svo sem verið að gera það Zuckerberg farið þarna fyrir bandaríska þingið og svona en já, maður er svona allavega maður pælir í þessu síðan sem maður sá í COVID sko verið að rekja upp allar korta fæslur af fólk til þess að geta bara ekki COVID-smitt, jú, ok þú veist, en það hefur verið að fylgjast með kortanúmurum og það hefur verið að skrá allt og vera að borða og já, einmitt ég herpist pínu sko, ég ætla bara að segja það, skilur ég er bara herpist pínu eins og ég segi, bara hver við erum, það er að breytast með hverjum deginum, skilur
erum við áður fyrir, þá gat maður bara fara eitthvað út og verið bara úti og enginn vissi hvað maður var og svo bara kom maður aftur heim. En það er ekki hægt í dag, við erum alltaf með síma með okkur, alltaf átt að finna okkur og auðvitað það er líka ákveðin kostur, en það er líka ákveðin galli. En ég held bara, þegar Prinsip skaut Frans Ferdinand í Sarajevo, þá breytist heimurinn og þá voru glæðir að þetta var miklu betra en að þeir voru með ottomanveldið og eitthvað svona skilur við. Þú veist, bara þegar heimurinn var innrammar, manneskjan er bara þannig að þið finnst alltaf gerdagurinn betur en morgundagurinn ef það er mikla breytingar, sko. Maður vill einhvern veginn alltaf verið í rammanum, eða mjög margir. Og þannig að þetta er að breytast bara svona og maður þarf bara að aðlagast því, en ég held að sé samt alveg spurningum að spyrja sig, er þetta eitthvað sem við viljum? Viljum við að það sé hægt að trakka okkur allan heim? Ég mani, ég talaði Berghepp einhvern veginn í Milluhraunum og hann talaði um í bókinni sem líka. Heimsendi væri ekki eitthvað svona sem við myndi enda með einhverjum eldsvoð og eitthvað svona heimsendin í raunum að við erum komin með einhvern avatar á netinu og aldrei hægt að það væri bara eitthvað svo stórt afl sem heldur bara áfram sem við myndum ekki ráða við. Það væri raun heimsendi, sko. Hvað þetta metaverse á að vera. Já, sjáum það maður. Þannig að, já, þetta... Ég velti líka fyrir mig, sko, eins og ég sagði einhvern tímann, sko, fyrir fólki sem er núna, unga fólki sem er annars upp, hvor heimurinn er raunverulega heimurinn fyrir þeim. Hérna erum við að tala saman og ég held að við séum tokkalega saman um að þetta sé raunverulegin okkar. Þú veist, við hérna tveir í mannlegri nánd og tengst, það sé raunverulegin. Og að samskiptamiðlar eða þeir miðlar sem við notum til að tengjast við fólk að það sé ekki raunverulegi heimurinn. En ég velti fyrir mér, fer að koma eitthvað tvist á þetta sem að unga fólki sem var annars upp, að það veri raunverulega heimurinn fyrir þeim og þetta hérna veri auka heimurinn. Og hvaða afleggingar hefur það? En þú sér að okkar spjall er tekið upp á þessar kamerur, svo eru aðrir í gegnum samfélagsmiðla sem að sjá það og þá er spurning, væru samræðarnar okkar eins ef að það væri ekki myndavélar og væri ekki fleiri að hlusta, þannig að þá er spurning hversu mikið raunverulega er þetta, skilurðu? Þannig að við getum sett þessa spurningu á rauninni ótrúlega margt og svo með þetta nýtró á þessa þróun sem að kórnuveirufaraldurinn var og við vorum öll heima og allt í einu bara þetta stökkbreytist þetta afl út af því að við þurftum svo mikið á því að halda og það var svo mikil eftirspurn eftir geta panta vörur á netinu, geta panta mat á netinu, geta tala saman á netinu, geta fundað og allt þetta, það bara var sprengi í þessu og þannig að þróunin hraðaðist allt svakalega í þessu átt. Mér er alltaf skemmtilegast að hitta fólk, sko. Já. Og það er kannski það sem eins og yngri flokka þjálfun gefur mér, að ég er að hitta krakka og horfa í augun á þeim og hjálpa þeim og svona. Kannski það málið, skilur. Algjörlega. Hver er helsti vendupunktur sem eru upplegað lífandi þessa? Djúpa spurningar maður. Sko, mesti vendipunkturinn er náttúrulega fæðingar sternana minna. Alveg bara 100%. Það breytist mjög mikið. Og svo, kannski ekki einhver einn atburð, segja kannski fyrir svona, þú veist, bara undanfarnir 3 ár. Ég held einhvern veginn að maður svona þroskaðist, sko, mest sem barn og eitthvað svoleið, sko, svo er maður alltaf að reyka sig á það, maður þroskast bara mjög mikið og það er mjög mikið búið að gerast. Við erum búin að flytja 2 í fjölskylda núna undanfarið ár, 1,5 ár, núna að stækka við okkur út í að við stækkum og sem fjölskylda og svo bara eins og núna þegar eldri stelpa mín er 12 ára, þetta er svo skemmtilegur aldur og það er svo gaman að vera svona einhver cringe pappi, ef við notum það orð, sko. Ég kalla sjálf mig King Papi Gate á heimilinu, það er mikið hlegið að því, og verið í þessum pælingum, sko. Þannig að ég myndi segja bara að föðurhlutverkið sé vendipunkturinn í lífinu og hafi breytt mér alveg svakalega og sérstaklega núna undanfarin kannski 3 ár eftir að eldri stelpa mín var ennþá eldri og skilur heiminn betur og yngri stelpa komið í heiminn og þar liggur minn mesti þroski. Algjörlega.
Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vill deila þeim með okkur eða það ömurlegt að við þurfum að vara okkur við því? Það góð spurning. Sko, ég sá þessu sögu áður skrifað hana, byrjaði henni. Þetta bara ráð sem ég fekk fyrir fyrsta bikarúrslitaleikinn minn frá Jóni Káur Gíslasyni, góðsögn í körfubolta. Ef það heyrti þetta, sorry. Hann sagði bara mjög einfalt við mig. Hann sagði, þegar þú labbar út á parkettinu eftir þinn fyrsta bikarúrslitaleik, ekki segja við sjálfum að þú hefðir getað gert eitthvað aðeins meira. Þetta basically gefði allt sem átt. Hann sagði þetta bara svona á þann hátt. Hann bara, verður bara vissum að setja stoltur af sjálfum þegar þú labbar á parkettinu. Stoltur af framlaginu. Og það hefur svolítið bara svona markað djúpt spor í það sem ég hef viljað gera í lífinu. Bara svona, ef ég tek eitthvað að mér, að þá, þegar ég legg það frá mér, að þá vil ég vera stoltur að því. Og ég var einmitt bara nú að ræða við Tómas Hermansson, útgefandi á leiðinni, og þú þekki nú. Kóngurinn. Og ég var einmitt að segja þetta við hann. Ég sagði bara, Tómi, þegar aðfangadagur kemur, þá horfum við bara tilbaka yfir desembermánuð og við þurfum bara að vera stoltir á hann. Og þannig að það er svona það fyrsta sem kemur upp í hugan. En það er svo fullt af öðrum góðum ráðum sem maður hefur fengið sem að svona seitlast inn í vitund manns og marka hver maður er. Eitt sem að ég fekk, til dæmis eitt gott ráð sem að hefur held ég breytt miklu. Ég var, millið þess sem að ég er í fjölmiðlamennskunni, þá fer ég og ég kenni. Og það voru einhver skemmtilegustu ár ævi minnar. Það var ég að kenna í Álftanesskóla, gamla skólanum mínum. Og ég er nú einmitt að fara ánga bara núna á 5. daginn held ég að lesa fyrir krakkana. Og ég er 24 ára þegar ég er ráðinn inn sem umsjónarkennari 7. bekks. Og ég í Álftanesskóla er kennt eftir kennsluaðferðum og það er í fleiri skólum sem heitir uppbyggingastefnan, restitution, sem að ég er mjög hrifinn af þó ég er svona alls engin sérfræðingur í, þá hefur kannski grunnpælingin í uppbyggingastefnunni hefur svolítið svona mótað mig sem uppálanda í gegnum þjálfun. Basically gengur hún út á að við erum með rauninni 5 grunnþarfir, við erum öll með þessa grunnþörf fyrir bara skjól og öryggið. Svo erum við með svona power þörf og svo erum við sterk í ykkur þessi þörf. Þannig að þetta power, þetta að hafa áhrif á fólk og við svona power týpur eru svona gauðra sem við vorum með í íþróttunum sem vildu vinna alltaf æfingum og voru grjótharðir sko. Og það er alls konar þannig fólk og ég sé það í stelp- og strákaflokkunum mínum að það er alltaf 1-2 power týpur sem svona draga keppnina upp og keppnisskapið og stundum fleiri. Svo erum við með frelsisþörfina og maður sér það bara á krökkum sem maður vinnur með. Þú ert með eitthvað ramma og það eru sumir sem hafa bara þörf til að fara út fyrir ramman og vera í frelsinu og að það sé ekki vera að skipa þeim á mikið fyrir. Svo eru sumir sem eru með þessa belonging þörf að vera partur af einhverjum hóp að tilheyra og svo er það gleðin, að vera trúður eða gleðigjafinn og svona og þessar típur, við sjáum alltaf svona, þetta eru svona sterkar típur í hópum. Sumur eru svona blanda af öllu og ég held að öllum finnist þeir vera blanda af öllu og ég átti mjög öll með að staðsetja mig og það bara fer kannski eftir í hvað hópi ég er eða svoleiðis og þar erum við komin í Goffman og Meet einhverjar mikrofélagsfræði kenningar og eitthvað svoleiðis sko. Hvað erum við innan hóps og við erum öðruvísi í þessum hóp en öðrum okkur svoleiðis en þessar svona þarfir þar ég reyna að mæta þörfum allra þessa eða öllum þessum þörfum á hver einasta æfingu. Þessi ætlar ekki að hlusta á mig og það er ekkert illt á bakvið sem við krakkar hafa bara þörf fyrir að fara aðeins út fyrir og þá þarf maður bara svona aðeins að skilja það. Þessi er með rosalegt keppnisskap og ég held að við höfum gírað íþróttaþjálfin gegnum tíðina rosalega að þeim hóp. Að við höfum alltaf svona verið bara, þessi bara með keppnisskap og lætur illa og eitthvað svona og við höfum bara, íþrótti gangi út á að vinna og eitthvað svoleiðis. En og í gegnum tíðina hafa hinni 3 hópandi gleymst. Við erum með krakkar sem mæta á æfingur
þau langar til þess að vera partur af hóp. Við erum með krakkar sem mæta æfingar, þau langar til að vera fyndin og sniðug og skemmtilega æfingum. Við erum með krakkar sem mæta æfingar, þau langar að finna fyrir frelsinu. Og ráðið sem ég fekk þegar ég var á einu námskeiðinu með restitution, það var, ég er með lokaðan hnefa, hvernig best að opna hnefann? Og ég hugsaði bara, ok, þannig ekki eitt putt í einu eða rykkja eða eitthvað svoleiðis. Besta ráð til að fá einhvern sem er með kreftan hnefa til þess að opna hann, að bara biðja hann það. Getur opnað lóan hérna fyrir mig? Kannski segir hann nei, þá kannski komin einhver samræði grundvöllur sem að, og þá er þetta að finna einhverja lausn. Og það alltaf í mér, svona mikill sáttasemur í mér og að geta það alltaf allan að rætt málin. Ok, við erum með staðinu svona, það ósætti hérna og hérna. Hvernig getum við fundið eitthvað sameiginlegan grundvöll til þess að við lögum þetta, girðum fyrir þetta, þannig að þetta gerist ekki aftur og getum þá öll haldið áfram. Og þetta notaði á hverjum einasta degi í þjálfun. Það þegar þú ert með 30, 40, 50 krakkar saman inn í íþróttasal, þá verða árekstrar. Og maður getur líka að nota þetta bara í lífinu, bara heima eða hvað sem bara þetta ekki flókið ráð, en þetta snýst bara við þurfum öll að geta tala saman og við þurfum að geta skilu hvort annað. Þannig að út frá þessum hlutum sem eru bara tilheyra, það keppnisskap, það frelsi og gleðin, og það svo 4 þættir. Já, svo allir með þetta öryggistilfinning, finna fyrir öryggi. Þannig að þú skoðar og þú tekur mið af fólki sem út að þjálfa eða heima eða einhverjir vinir, hvar þeir eru, hvar það hentar að mæta þeim byggt á þeirra þörfum. Já, svona, og þetta náttúrulega aðalega bara í þjálfun. Já, ég skilur. Það má svona, ég hef þjálfað einn gaur sem að hann fannst svo gaman að mæta inn í salin í skólafötunum og vera ekki komið þegar æfingi byrjaði að vera ekki í galanum. Og maður þarf bara að skilja, hann finnst það bara geðveikt fyndið, Þannig að ég þarf svona þetta að treyna nýða svona, ok, næst átti að vera komin allavega í treyjuna, svo næst svo hann þurfi ekki að vera að klæða sig hálfa æfinguna, svo hvar eru skotnir og það bara að skilja þetta eru börn og bara að skilja hann mættur til þess að hafa ógeðslega gaman á lífinu, og að dansa og hafa gaman, það er beauty við að vera í yngri flokkunum. Þú farð alls konar típur og þau krakkar sem mæta á íþróttaæfingar hafa öll jafnan rétt að vera þar inni. Eins og ég segi, þegar ég elst upp í íþróttum og þú örugglega líka, þá þetta allt svona sett í átt að þeim sem, og ég var með mjög mikið keppnisskap, og alveg svona bandbrjálaður, og þetta var svona einhvern veginn samþykkt hegðun að vera bara stundum kolbilaður, og það kannski ástæðan fyrir fórið í þjálfun var að ég vildi girða fyrir að aðrir myndi, eða stoppa aðra sem voru þeirri leið til þess að verða eins og ég var og að miðla þeim mistökum sem ég gerði sem úlingur og krakki. Og þannig að ég held að íþróttir að breytast alveg eins og bara lífið, og íþróttir, ég sem yngreflokkaþjálfari, ég í þjónustuhlutverki og við erum eiginlega öll í þjónustuhlutverki ef við hugsum aðeins svona djúpt í hvað við erum að gera. Þú ert í þjónustuhlutverki, þá sem að horfa og hlusta á þetta podcast, þannig að þjónusta fólk, ég að þjónusta krakkana sem að koma til mín, ég að þjónusta foreldrana, ég að þjónusta samfélagið, þannig að ég þarf svolítið líka að skilja hvað það sem að samfélagið þarf, hvað það sem krakkarnir þurfa, hvað það sem foreldrarnir þurfa, hvernig get ég þjónusta alla sem best. Og eins og var að segja, það snýst ekki það að við séum endilega að búa til einhverja leikmenn upp í meistaraflokka, þó það sé alltaf gaman og gaman að sjá krakka sem að þjálfar fara eitthvað lengra. Ég var með svona fyrsti árgangurinn sem ég var mjög lengi með að sjá að 2 af einhverjum, þeir voru 15 þegar ég byrjaði að þjálfa í 7. bekk, 2 þeirra fór í A-landslið og atvinnumennsku. Það er þetta ótrúlega gaman, en það er líka 3 þeirra sem hafa farið út í yngreflokkaþjálfun, aðrir. Það líka óslega gaman. Svo
eitt kýrópraktor, þeir eru að gera alls konar hluti í lífinu og maður bara, þetta geggjað. Þannig að þegar maður búin að átta sig á því og sjá börn sem maður hefur hjálpað eitthvað í lífinu vonandi, verða það sem það ætla sér að verða. Og þá, eða verða fullorðið fólk og verða ábyrgin einstaklingar. Þá fattar maður, þetta ekkert, íþróttin bara aukaatriði í rauninni. Þetta snýst bara það, þetta bara leið til þess að implementa ákveðin gildi og lífsviðhorf sem eru jákvæð og reyna að búa til að hjálpa manneskjum að verða góðar. Man býr aldrei til manneskjur. Manneskjur eru bara product of their environment. Þannig að vera einhver áhrifavaldur. Algjörlega. Þetta sé meira meira að búa að færast í það að gera bara frambærilega einslinga í staðinn fyrir frambærilegt keppnisfólk og að kenna svona life skills í gegnum íþróttir. Og maður getur ekki lofað hversu mikið maður lærði ómeðvitað á þeim tíma sem maður var í íþróttum, sko. Það bara ekki, og maður lítur tilbaka og sjá bara hvað þetta hefur gefið lífun mann, sko. Akkurat. Það bara... Og eins og fyrir mig, ég ætlaði mér að verða atvinnumaður í fótbolta og körfubolta. Já. Og ég spyr mig oft að því, varð ég það ekki á endanum? Út af því að ég hef atvinnu af þessu, skilur við? Og þó ég sá þetta eins og öðru sér fyrir mér. Já. Og það líka ákveðið element sem í þessu að vera íþróttum, að þetta mjög mikið, þetta svo sterkt upp á networka, að þeir eru búin að fara onni skotgrafina með einhverjum, þeir eru búin að standa af einhvern storm, þá verður til ákveðið bræður og systralag sem að helst oft út lífstíð. Og eins og núna var ég að skrifa eins og barn- og unglingabók Saman í liði sem fjallar það að stelpa kemur inn í strákalið og bara hvað gerist. Út af því ég var að þjálfa ótrúlega öflugt lið sem þegar við lögðum að stað og voru að strákalið. Og á leiðinni, ég var með þennan hóp í 5 ár, koma inn og 3 stelpur á æfingar og svona í heildina, 2 þeirra sem voru lengst með okkur og þar kepptum okkur ári yngri. Keppa með Íslandsmeisturum árið fyrir sig og æfa með okkur og voru bara fullu. Og að sjá til dæmis einhverja þeirra skora og mann eftir einu bikarleik, mjög mikilvægum bikarleik og önnur þeirra tekur ruðning, svo næstu sókt og skorar hún, það leiklega og hún kemur og bara strákanum, bara taka hann og knúsa hana, skilur og var svona bræður og systrarlag og þá hugsaði ég, þegar við hefum einhvern veginn alltaf verið með, eða svona það hefur verið einhvern veginn regla kyninu aðskilin, það bara. Og það var einmitt umræðið á KK-þinginu núna síðast að opna þetta meira og okkur svoleiðis og það var einhverjum sem sögðu, þetta svona þannig að það KK-þing á 2 ára fresti og þar eru leikreglur eða svona ramminn ræddur og þetta var út af COVID og eitthvað, þá breyttist alltaf dagsetningar og þannig að þetta var haldið helgja sem ég var sko yngri flokka þjálfarar, voru ekki á staðum, það var mót í gangi, sko, þannig að sérfræðingarnir í þessu fæi, yngri flokka þjálfun á Íslandi, voru að sinna sínu starfi, þannig að við gátum ekki mætt og sagt það sem við þurftum og haft áhrif á umræðar á þinginu. Ég var með stelpuna mínur á Flúðum, þannig að keppa til úrslita og þar var umræðum hvort að þetta opna og þess að flokka upp og svona, það mikil umræðan þetta bara í íþróttum eins og í lífinu, bara mjög jákvætt. Og ég var að fylgjast með þessu bara milli leikja, bara á netinu, þetta var svolítið live update svona og ég að lesa allan einhvern svona útdratt úr umræðanum, ég sé þarna, út af því að þessi breyting átt að ná upp í 14 ára aldur og það bara segir einhver stjórnarmaður eitthvað að hann efist að þetta gangi upp í 14 ára aldur. Þannig er ég bara, ok, ég með 14 ára aldur og þar gengur þetta og meiri segja var þannig að það var að fara bara á YouTube og finna leiki í efstu deild í 14 ára flokki, 9. flokki svo heitir Grindavík Stjarnan
sko Stjarnan A og Stjarnan B voru bæði semst í efstu deild og Grindavík Stjarnan B þar sem voru 3 stelpur í Grindavík og 2 stelpur í Stjörnunni 5 strákar hvorum megin og það var bara allir að keppa, allir að berjast geggjaður leikur, endaði á sko einhverju flautukörfu og eitthvað svoleiðis, geggjaður körfuboltaleikur og ég hugsa bara, ok, það er einhver að segja þetta á þinginu og þú veist, við getum bara sendt viðkomandi YouTube-link, þetta gengur alveg upp þannig að það er eina ástæðan fyrir að skrifa þessa bók að bara, veist, ég vildi svolítið svona sýna hvaða og þetta er partur af því sem að ég er alltaf í lífinu, hlutir einhvern veginn og við vitum ekki af hverju eru og ég skil það ekki alveg svona, ok, af hverju eru með þetta svona og það er líka ég er ekki sérfræðingur í þessu og kannski þarf þetta að vera einhver ramma og ég ætla ekki að segja við þurfum eitthvað umbylta öllu eitthvað svoleiðis en ég allan hef séð það gerast og séð jákvæða áhrifin sem það hefur á alla og þannig að, já þannig er það þannig að, ég veit ekki hvað þetta þessi romsa hjá mig byrjaði en þú veist, það er bara svo margt í lífinu þar sem að við erum einhvern veginn komin á einhvern stað, já, og ég voru að ræða hérna hvernig íþróttir á að þróast og svona, og íþróttir þróast bara með því sem samfélagi þróast. Samfélagi var einu sinni ekki fyrir alla. Og ég er ekki að segja þessi endilega fullkomin núna, það er betur en það var. Og það er meira fyrir alla núna. Sem við hljótum að fagna. Sem manneskjur. Og íþróttir endurspegla bara mannlegt samfélag. Og, þegar maður horfður tilbaka þó við erum markaðir að því sem að við upplifum í íþróttum og því að þetta kenndi okkur svo mikið og við hafa svo mikið af life skills sem að við náðum í gegnum íþróttir að okkur finnst ótrúlega vænt íþróttir en við megum samt ekki að hugsa að þetta hafi verið fullkomið við verðum að hugsa að þetta geti breyst þetta gæti breyst eins betra, við gætum þróað þetta einhvern veginn og það er svo margt búið að breyta svona undanfæri 5 ár, við vitum ekki hvernig það mun þróast en ég held að það sem við skuldum öllum sem bara manneskjur er að hafa opinn huga og einmitt að, eins og þú segir, að afla okkur upplýsinga og sjá hlutina bara út frá okkar reynslu og út frá því sem að við söfnum að okkur og þetta networking að þegar maður sá það fara skipti ekki máli hvaða kyn var hvaða kyn var það skipti ekki máli, það kom bara bræðra systralega hvaða lag sem er og allir gátu faðmast þá bara sér maður hlutina aðeins öðru sí sér þetta bara aðeins öðru ljósi algjörlega þetta er góða punktu með bara að við þurfum náttúrulega, þegar það eru svo hraða breytingar í samfélaginu og heiminum, að við þurfum náttúrulega að gera okkur best að reyna að aðlast þeim breytingum og við getum litið yfir þetta íþróttir, skólakerfið, heilbrigðiskerfið þetta er að fara svo hratt áfram en við verðum að stoppa eins og þó svo við gerðum þetta einhvern veginn svona er það rétt núna hvaða nýju breytur eru komnar inn í nýju samfélagi hvernig ætlum við að aðlaga okkur að þeim breytum hver eru sérfræðingar, við fáum aðeins hlustum á þá og ég held að með það hver eru sérfræðingar og hlustum á þá að eins og ég er ekki sérfræðingur í þessu þó ég hef prófað þetta í nokkur ár og ég hef mjög gaman að hlusta á sérfræðinga í þessu ræði þetta en leið og umræðin er komin út í það bara einhver út í bæ er farin að ræða þetta í skotgrónum á samfélagsmiðlum eða hvað sem er að svona, þá finnst mér þetta verða svona, þá fæ ég bara stingi hjarta einhvern veginn umræðin er svo miklu víðtakari og það er svo leiðilegt einhvern veginn að við séum ég meina bara eins og þetta kynjum hefur fjölgað við erum átt okkur á því bara sem samfélag auðvitað þá þurfum við að skoða svo endanum hvort sem fólki líka betur eða verri ég meina það er alltaf einhver sem setja sig á móti breytingum sem segir bara þegar Prinsip tók Frans Ferdinand að við þurfum að skoða bara keppnisflokka og þú veist það er verið að gera það og við munum þurfa að gera það á endanum og maður verður bara að passa sig þó við höfum alist upp í heimi íþróttana að við erum ekki við erum ekki verðir liðina tíma, við erum ekki að passa upp á það sem að var, það er alltaf hægt að bæta allt og við þurfum að hlusta á raddirnar og skoða samfélagið. Það kannski slæmi eiginlega við
óöryggið, þú veist, óöryggi óvissna, sko, það búið að mynda of mikið öryggi og of mikið öryggi ekki gott, því þú verður að uppfæra þig eftir því sem að kemur, verður að stíga, af því það svo mikið hroki að halda bara í að hroki. Ég skil það ógeðslega vel að halda í öryggi sem maður með, en of mikið öryggi bara ekki gott. Nei, og líka það sem að hefur breyst út í að við erum að tala svona breytingar á bara hvað manneskja og svona, og hvað eru menningakimar. Það var áður, þú veist, það voru þeir sem að höfðu áhuga íþróttum eiginlega einu sem tjáðu sem íþróttir. Og það gerðist eitthvað innan íþróttaheimsins og þá var það eitthvað bara þar. Svo gerðist eitthvað innan leikhúsheimsins og þá var það bara þar. En núna út af því að bara, það er meiri hraði í samfélaginu, upplýsingaöflun er auðveldari, fjölmiðlar eru með þessa framleiðslukröfu og þá erum við alltaf að sjá hvað er að gerast allstaðar. Við erum alltaf mjög meðvituð hvernig staðan er allstaðar og það er líka partur af breytingunni að það er samruni heima. Það er ekki lengur þessi kimar sem að voru bara þegar við vorum alastu upp. Þetta er partur af því sem við breyst bara með upplýsingaöfluninni og við þurfum bara aðlagast í. Það er okkar skylda. Algjörlega. Hvaða nýja trúvenja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Þetta hafa ekki áhyggjur af því sem að ég er eftir með að stjórna. Sem skilur ekki, sem rættum á hann. Já. Og einblíðna frekar á það sem getur stjórnað eins og þjálfa, fjölskyldan, kvöld, gera eins vel og mögulega getur skilur þetta þar. Já, og venja og hegðun sko bara með því sem aldurinn farðist yfir mig og nú er ég ekki svona ég er svo langt frá að vera einhver predikar að mitt líf sé eitthvað betur en annar okkar svoleiðis og ég sé búin að finna einhvern lykil, ég er alls ekki búin að finna einhvern lykil en í svona 3 ár cirka bát þá hefur áfengisneysla mín verið svona sama sem engin ekki það að hún hafi verið vandamál eitthvað svoleiðis eða það finnst aldrei neina að vera vandamál en það er bara svona típiska jam feelingur og svona og ekki, ég hræðist ekki áfengi og ég er með alveg þetta er svo fyndin umlega ég er með stjórn á þessu ég get alveg á mjög öll með að hafa bara einn og svo bara ekki kannski 4-5 mánuði og hafa með svo aftur einn bara ef ég er einhver stemming og mér langar í bragðið af bjór og þá var ég til í að smakkan þetta er ekki þannig að ég skilur ég er ekki með ég þjáðist ekki af alkoholisma og eftir að svona bara, það er bara svo mikið að gera í kringum alla mína vinnu og mína fjölskyldu og þetta er bara svona einhvern veginn tók þetta bara svona út úr forgangsröðuninni að skemmta mér og á mjög auðvelt með að vera bara edrú í kringum það sem er að fá sér og svona það breytti svona bara það breytti lífinu og ég held að bara allir upplifið það þegar þeir gera það en ég held að það sé bara eitthvað sem fólk þarf að finna hjá sjálfum sér þannig að vill haga þeim málum. Drekkur þú? Ég tók það ákvörðun að hætta að fara á svo kallaða jam, við getum orðað það þannig fyrir einhverjum 2,5 árið eða eitthvað svoleiðis. Ég var alltaf að grípa sjálfum bara hvað er þetta að fucking gera? Akkur ertu blind fullur hérna? Þú veist, og það var bara eitthvað svona vanið sem maður hafði, fór í áfengi og drakk sig bara fullan og þannig að ég hef ekki farið á fyllir í 2,5 ár en ef ég er í matabóði þá fæ ég mér auðvinsglas eða 1-2 bjóra en sen er ég bara helvíti góður. Já, við erum bara nákvæmlega saman staðan. Mér finnst þetta hefur breytt bara að komast einhvern veginn út úr þessari rútínu og þegar maður stígur út úr þessu þá upplifir maður, það er annað dæmi þegar maður upplifir bara ok, þú veist, okkur er þetta svona og það er maður bara svona á hliðalínunni og bara horfa einhvern veginn inn á leikvöllin og maður bara no judging, skilur upp, fólk gerir bara sem það vill og ég var þarna, en maður spyr sig alveg, ég veit ekki það alveg. Já, ég er alveg sammálaður, af því að maður hefur alveg hugsað á hvort maður er að hætta að drekka og ég gæti svo sem að hætta að drekka en mér finnst það líka stundum fínt að fá mér 1-2 rauðvínsglös og mér finnst það að gera gott upp á félagslegar aðstæður í sumum tilvikum en síðan sama skapi finnum maður ef maður
fer í 3-4 bjóra eða eitthvað, segjum bara svo, síðan ertu bara byrjar að vakna daginn eftir eða eitthvað og þetta byrjar að hafa áhrif á sunnudaginn og jáfnvel mánudaginn, ekki tala um að 3-4 bjóra sem fara áhrif á svona mikið, sko, en þá er þetta byrjað að taka svo mikið frá manni og líka bara að eins og þú, að horfa á því ég er svona, að hafa ekki hennan, sem margir örgulega eiga við, að hafa ekki hennan stopp-takka og það finnst mér svona, eftir að ég hætti að vera það sjálfur, þá er ég svona, þá eins og þú, þá svona stígur maður þessu út úr og sér svona, heyrðu, þetta er ekki allavega, þetta er ekki eitthvað sem ég vil ekki, sko. Nei. Og ég á svona skil annað fólk, skilur mig, en ég svona, já, ég skil annað fólk og fólk verður bara að leyfa sér að vera eins og það er, sko. Já. En hérna, ég er ekki þar og þá þarf maður alltaf bara, svo þú örgulega þurftu að díla við, bara, nei, ég ætla ekki að fá mér þetta, nei, ég er hættu núna, eða, þú veist, mér langar ekki meira. Og ef einhver maður er að sitja og horfa einhvern leik eða eitthvað, og fólk er að fá sér 1-2, bara fínt, skilur við. Já. Og hérna, en, já, en svo er bara aðstæður allra mjög ólíkar og ég er alveg bara eins mikið á móti bönnum Já, algjörlega. Og hægt sko, þannig að ég er ekki að tala fyrir því að áfengi sé bannað eitthvað svoleiðis og við sláum þann varnagla og setjum þann fyrir var á umræðina en hérna þetta er allavega náttúrulega að spyrja hvað við breyst þetta er partur af þroskaferlinu. Er það þá bara eins og þetta meiri fókus, bara meiri tími, meiri... Já, og líka, það sem er líka ein venjan svona í mínu lífi, það er að fara fyrir að sofa. Ég var þessi rosalega B-típa sko hérna oft og flakka mjög mikið á milli. En ég er búin að vera, myndi alveg segja, hana rock solid A-típa núna bara í alveg ykkur 5-6 ár. Þannig að ég fer frekar snemma að sofa, vakna snemma, elska það að vakna snemma. Og helst á undan öllum og ég er náttúrulega með þessa, þú veist að ég verið körfubolta nörd. Ég tók þessa fáránlega skrýtni ákvörðun þegar maður horfði tilbaka fyrir svona einhverjum 5 árum með mitt að horfa á alla leiki Boston Celtics, ég með Boston Celtics í NBA og hérna það eru 82 leikir á ári í NBA í deildakeppninni og svo er úrslitakeppnin, það eru alveg 100 leikir á ári og ég horfi á þá þegar ég vakna morguninn þá er inn á League Pass appinu, svo heitir NBA býður upp á þá þjónustu, bara horft á leikinn. Þú getur slögt á hann og sér ekki hvernig leikurinn endar og það er oft búið klipp út leiklíðan, þannig að það er svona 1,5 tími. Þannig ég vakna bara alltaf undan öllum á mótana, áður en ég kíkja á netmiðla og svona, áður en ég veit hvernig leikinn er enda. Bara síminn er bara áf á mótana og ég fer bara og hérna kíkja á þessu leiki og þannig að það er partur af því að okkur mjög gaman að vakna á mótnana það býður mér alltaf brakandi feskur körfuboltaleikur þá er auðvelt bara að koma sér í gang og auðvelt að vakna, hvernig er þetta reysa? Mismunandi sko ef það er leikur þá er það bara 7 allavegna svona senasta lagi svo 7:30 er hérna hefur verið svona núna undanfarna kannski 2-3 mánuði, ég pínu svona að fá uppreist eða hvað sé, útrás fyrir því að hafa vaknað klukkan 5 í hálfan áratug út á útvarpinu. Þannig að ég er svona pínu að sofa út til svona kannski 7:30 en þá þarf maður líka bara að koma þú veist, familíin af stað. Já, nákvæmlega. En eins og Pálína kona mín, hún er farin sko af stað þú er eftir með henni. Já, ég er eftir með henni. Þannig að hún er mjög, mjög árrisull. Það er bara, ég er alltaf svo sem sefur út, hvort sem ég var að vakna 5 eða 7. Þannig að ég sef út heima, en það er ógeðslega næs að vera vakandi þegar stelpunar eru sofandi og byrja daginn í rólegheitunum. Já, smá me-time, sko. Já, algjörlega. Ég er þegar eldist þá er ég klárlega þar líka, sko. Já. Það er enginn truflamann, það er ekki neinn vaknaður svona, þetta er bara mín stund, ég gerir bara það sem ég vil gera eða ég tekum mig, það er undirbúið við daginn eða eitthvað, þetta er bara ég það er enginn að trufla mig. Nei. Ég á eina svona stund, sko, það var aðfangadagsmorgun 2009, þá er eldri stelpan okkar
2 mánaða og þetta voru erfið jól, hún fékk eitthvað í magan en hún var sofandi þarna en hún aðfangadags morgun, hún var var búin að vera grátandi svolítið daginn áður og þá var ég að fá mér kókumjólk og ristabrauð með laxi og ég bara, þetta svona þetta er einaði minningum sem ég fasta bara, þetta var svona, þetta mest me-time sem ég átt, var ekki að gera neitt Wow Já, hún hljóma mjög vel sko Ég myndi að það var ekki þetta mig hún gæti sett frá einni skoðun sem gæti verið tólkuð sem óvinsæl Hver var þessu óvinsæl skoðun? Ég er svo mikill ég er svo mikla vanilu skoðanir sko. Já kannski ég veit ekki nú vorum við að tala um bólusetta og óbólusetta og svona Já og ég er bólusettur sko og hef mikla trú á læknavísindunum sko en ég er líka alveg samúð með þeim sem gera það ekki sko Já kannski það eitthvað óvinsælt ég er alveg bara svona ég er alveg gaman að hlusta kenningarnar og svona ég fer samt að læta bólusetja mig sko og ég er alveg á móti því að við séum að dæma þá sem eru á móti þessu skilurðu, fattarðu mig? Já kannski það eitthvað óvinsælt sko en ég veit það ekki Ég er þarna sko, ég skil það alveg að þú skil alveg fólk sem gerði það ekki ég er bólusettur samt sjálfur sko Já, bara mér finnst það bara svona, ég á svo erfitt með að finnast mitt réttar en þitt á því leiti að ég vilja neyða þig til að gera eitthvað sem ég gerði, fattarðu mig og svona fljótt á litið þá held ég þetta sé sú skoðun sem er eitthvað óvinsælust Já en kannski er hún ekkert það óvinsæl ég er að hugsa bara í beinni útsendingu Já, þetta er svona sem kemur upp í huga minn og Já, maður svona að hann upplifir umræðan það að hann verið að herja á fólk sem bólusett sig ekki og jú, ég held þetta sé alveg svona því að vera að dæma fólk sem gera það ekki og okkur svona skilur Sko faraldursfræði eða faraldsfræði fyrir ekki hlýtur að vera í grunninn félagsfræði að þetta snýst samfélög og hvernig veirur faraldrar breiðast út heiminn og samfélög, lönd, ríki og það hlýtur bara það hlýtur einhver að gera ráð fyrir því inn í faraldsfræðinni að það sé alltaf skeptískur hópur og það hlýtur þá að vera verkefni faraldsfræðinar að svona reyna haga málum þannig að það er aldrei þannig að það eru allir 100% sammála. Nei, nákvæmlega. Þannig að svo er líka bara annað sem að ég held út því að ég var að tala um að maður er þjónustuaðili og ef við tökum eins og sóttvarna yfirvöld og ég tek að fram, ég ber mikla virðingu fyrir því sem að hefur verið gert hérna. Við lifum á öld fyrirvarna, maður þarf alltaf að setja fyrirvarna alltaf skoðinu sem maður segir. Þannig að ég ber virðingu fyrir því sem er gert. En ég ber virðingu fyrir því sem að er gert og ber virðingu fyrir Þórólfi Gunnarsinni, hann alltaf magnaði hvað kvekti snemma á því að þetta myndi breiðast út heiminn og við getum þakka hann fyrir það. En það sem ég myndi vilja sjá, við erum að tala um þjónustuhlutverk og ég held að við séum með svona frekar hátt level á umræðinu á Íslandi. Við erum öll svona frekar rational manneskjur og eins og þegar við tala um einhverja ísraelska rannsókn sem er gerð á þriðjusbrautinni og það hafi haft áhrif á og það hafi fækkað nýgengi eða lækkað nýgengi smitta og svo framvegis. Þá spyrir maður sig, ok, mætti þá ekki vera háværar umræðum, hvernig var þessi rannsókn, hvert var þýðið, hvenær var hann framkvæmt, hver eru aldursmörkin og svo framvegis. Má ekki útskýrta aðeins meira og megi ekki fleiri upplýsingar liggja fyrir. Ég held að það sé alltaf svarið að þjónusta þá þess að sem eru skeptískir ennþá betur og kannski koma þá einn og einn sem bara ok, ég kaupi þetta
ég ætla að fara að láta bólusetja mig ef að það loka markmiðið, skilur að láta alla bólusetja sig, það hlýtur að vera þannig að kannski þetta að nota þessa yngjuflokka þjálfun og þessa uppbyggingastefnu bara herrið, þessi hérna hann ætlar ekki að hlusta á mig ég þarf að samfara þennan aðeila á þennan hátt skilur, ef að markmið að samfara alla því að ég hef einhvern veginn aldrei vitið til þess svo sem ekki kannski bælt í hann ef einhver sheimaður eða skammaður fyrir einhverja skoðanir að viðkomandi þá bara ok, þetta skipt skoðun ég held að umræður og svona umræður grundvöldur sé alltaf leiðin, en svo það bara þannig líka ef við tökum þá pælingu dýpra að þeir sem að taka þessa umræða á netinu kannski búin að taka hana 100 sinnum við fullt af öðrum og eru bara þreyttur bara, come on, þú veist skilurðu mig að það líka að taka það með í reikningin en það bara alveg eins og þegar var að vera að loka á íþróttir sem að maður svona setti spurningamarki við og því að mann fannst það mikilvægur og ég held að sé bara eðlilegt að bara það sem þú stendur fyrir, þú vilt standa vörð um það og þér finnst það mikilvægt að það ekki verið að loka á það en svo þarf það kannski þá viltu að mega spyrja spurning og fá útskýringar að mér fannst stundum svona bara ok, þetta bara svona, höldum áfram og það svona sú nálgun sem ég held að mætti stundum beita að fá frekar upplýsingar af hverju maður gera sem við gerum og rauninni breytunar sem eru undir niðurstöðunum sem við erum að fylgja Já, og hvaða rannsóknir liggja baki því að og hver að funda rannsóknirnar Já, hver að funda rannsóknirnar og hver ritrindana allt þetta hver var áhrifastarinn þess vegna, þú getur farið út í endalastu tölfræði sko Já, þannig að ég held að ef við tökum umræðu og því að þú spurði mig í byrjun hvaða fjölmiðlar eru og ég segi mikilvægir en það þarf líka þá að spyrja þessa spurninga ég hef samt alveg fulla saman með því að stundum bara einhvern veginn umræðan ekki þar og svona, en ég held að samt að það megi alveg fara að taka umræðana á þetta level bara ok ræðum þá út frá gögnum og hvað er það, ég meina eins og núna þetta Omikron smitt þessi variant og hvað áhrif hefur hann og svona, ég meina hann alltaf kannski líka ekki tölfræðileg gögn á baki og mér finnst alveg þegar Kári Stefánsson eða Þórólfur kom og segir það ekki hægt að draga ályktanir af því sem við erum með ok, fair enough, mjög þarna erum við komin á okkar level sem maður er bara mjög sáttur við bara sem ábyrgur neytandi að fréttum og upplýsingum Algjörlega Þetta mjög góð punktur en líka bara auðvelda ferli og líka kannski þeim sem eru þurfa að fá frelsið sko og þeir fá þá upplýsingarnar á auðveldari máti kannski stæðan fyrir að þeir þurfa að fara að garast í gögnunum eða eitthvað sliðis Já, og líka bara þegar þú einhver segir þetta svona þú ert sjálfur farin að bara ég get alveg flett þessu upp hérna þá svona býrðu kannski til einhverja neikvæðni það er bara þetta með frelsi það er þetta sjálfræði að þú þarf að taka ákvæðin sjálfur ég get ekki, þetta er svo með maka sinni ráðulega maka sinni að gera eitthvað, það er ekki fræðileg möguleiki að hann sé að fara að hlusta þig en síðan kannski fara hún þetta lesa hún eitthvað, það fara hún þetta ráðangastur annar stað bara ég ætla að gera þetta ég bara á eitthvað sem ég sagði fyrir 3 mánuðum með eitthvað skilu en maður þarf við höfum þess að þörf í að þurfa taka sjálf hafa það sjálfræði að taka sjálf okkar ákvarðanir sem eins og ég var að tala með iSafe þegar ég átti að kjósa í iSafe þjóðráttskakrislega, bara svona ég vildi kynna mér þetta sjálfur og stundum þá náttúrulega eins og þurfa sóttvarni yfir þetta matreiða og maður þarf stundum að treysta pínu í blindni, sérstaklega þegar alheimsfaraldur Algjörlega en ég held að við getum alveg treyst fólkinu til þess að líka fá gögnin í hendurnar og það er alltaf þetta að googla þetta allt saman og svona, en þetta er bara svona ákveð kraðak og svo er líka bara spurning eins og við erum búin að sjá í þessum faraldri sem er mjög áhugavert það er bara svona, mér finnst mjög gaman bara svona hvað er verið að ræða skiptir kannski ekki alltaf máli heldur hvernig er verið að ræða eins og hvaðan kemur veiran skilurðu og það eru alls konar pælingar eða það er ekki alls konar, það er má segja 2 konar pælingar það er þessi markaður og það er þessi rannsóknarstofa og það er einhvern veginn svona svo erum við öll bara svona einhvern veginn með einhverja og það er staðfestingavillan er svo sterk í manneskjunni að við tökum einhver ákvörðun og svo bara siktu út upplýsingar sem við viljum og svo framvegis og ég er þar líka og þú ert þar líka við erum þar alltaf, við þurfum bara að gera grein fyrir því
og það var alveg banna að ræða hitt, þú veist, rannsóknarstofu lekan í byrjun og mér finnst það svo áhugavert bara svona að fylgjast með hvað má ekki, hvernig þróast umræða út af því nú erum við með hann faraldur og allt það og þetta finnst mér líka svona áhugaveru vinkil bara á þetta allt saman hvernig þróast umræðan og svo bara eftir kannski 2 ár það verður orðið samþykktar að setja ennlega fleiri spurningar og svo framvegis og við erum líka með þessa netrisa, tech-risana sem að eins og þegar einhver skrifar eitthvað á Facebook COVID að þá kemur svona eitthvað melding og einhver linkur eitthvað lestur til COVID hér svona til þess að vera ábyrgskilur sem að bara fínt, fair enough en það er líka eins og maður pælir bara með leita niðurstöður og svona, hvað fæ ég þegar ég googla hvernig eru að vigtaðar niðurstöðurnar og alls konar svona bara inn í okkar veruleika sem er bara getið treyst þessu öllu, skilur og þess vegna aftur er ég hérna á hliðalínunni horfandi á bara ok, ég ætla bara einmitt að meira fjölskyldinu og þetta er svo góða punktur, þú getur bara skoða til þess bara Google eða YouTube eða whatever hjá fólki og segjum að þú varir á móti bóluefnum og ég var með bóluefnum og ég myndi googla YouTube mitt var miklu fleira upplýsingar sem myndi styðja við mitt viðþorf að þú ættir að fá bóluefni en þitt YouTube væri miklu uppfællara upplýsingunum að þú ættir ekki að fá bóluefni og hvað ef algoritmin er svo ekki endilega svona innstiltur að það sé verið að hafa ennþá meira áhrif á og það er þessi möguleiki að hafa ennþá meira áhrif á með að setja inn í YouTube-ið þitt, að setja inn í Google-ið þitt niðurstöður sem þú kannski hefur ekkert endilega áhuga á en þarft að fá að einhverju finnst þú þurfa að fá það og þarna komum við aftur að við erum búin að outsourca upplýsingaöflun til stórfyrirtækja við erum búin að outsourca eins og við talum um húsfélögum og foreldrafélögum og svona til erlendra fyrirtækja skilur, ekkert erlendra með þjóðernis annað dæmi sem að ég bara, þú veist að spyrja óvinsæla skoðun þetta er hún þú komaði upp í hausinn á mér fyrir mér er til dæmis að skipta heiminum upp í þjóðerni það er bara svona einhver leið til þess að skipta heiminum upp og er það endilega rétta pælingin skilur, skiptir það máli hvort að einhver sé fæddur í Serbíu eða Angola eða Kúbu eða Chile eða Tælandi eða Íslandi hvaða máli skiptir að okkur eru svona fixeruð á þjóðerni og kannski ef við höldum áfram með það ég er ótrúlega erfitt með að skilja þegar fólk ferðast yfir hálfan hnöttinn sem er að leita sér að hæli hér og hvernig framkoman er maður hefur reynt að afla sér upplýsingu það og svona skilja af hverju er þetta svona því að maður svona einhvern veginn vill trúa því og ég held að þú sér eins með það að sé ekki vont fólk þetta sé bara einhver ákvörðun sem er tekin okkar ég hef ekki ennþá fengið svarið og þá er ég bara svona ok, við erum alltaf fixeruð á að þetta fólk fættist í einhverju landi sem hafa engin áhrif á, skilur. Ég held að það sé mögulega óvinsæður skoðun í einhverjum eða svona einhverjum hluta bara þetta með þjóðerni, skilur. Af hverju erum við að pæla svona svakalega í því? Kannski, jú, við þurfum einhvern veginn að skapa einhvern ramma og eitthvað svona, en ég held að ef við horfum bara á alheimssöguna og bara tökum að bara langt eftir í tíma, bara hvernig bara skipulag hefur verið bara innan ríkja eða alheimsskipulagi eða whatever í stjórnmáli alþjóðstjórnmálafræðinni þá talaðum sko það skiptir máli hversu mörg öflug ríki eru mörg stórveldi að eins og þegar við ólumst upp sko þegar ég var að alast upp á 10. áratugnum þá eru Bandaríkin að leggja Sovétríkin að velli ef svo maður segja hugmyndafræðistríðinu sko kaldastríðinu og það skiptir máli líka bara við fórum í gegnum miðaldirna með konga og okkur svoleiðis þetta mun þróast og já þar er með skoðun sem að kannski er svona ekki neitt svakalega mainstream að ég næs og lítið utanum með þetta einhvern veginn einhver vill koma og vera með okkur í liði hérna á norður hjara bara komið því, skilur
og ef við þurfum að hjálpa ykkur bara, hei, það nóg til hér sko, við bara og það annað dæmum, eitthvað sem ég á svo erfitt með að skilja, okkur við erum bara, við erum inn í einhver ramma og viljum við ekki staldra við og spyrja okkur, okkur erum við inn í þessu ramma en svo skil ég líka alveg þegar einhver segir, herri, við erum með ríki sem að þegnarnir skilur eru partur af og Plató talaði að kjörstærð grísku borgaríkina væri 7 hrópmert og að það sem að þá valdið sko, þá það nógu stórt til þess að við séum með einhverja valdhafa sem geta haft einhver áhrif en þá séu sko valdið ekki komið á langt frá fólkinu og þetta snýst líka náttúrulega það að valdið sé nálægt fólkinu og það líka dæmið það sem að Evrópusambandið gagnrýnt fyrir að þeir eru að fjarlægja valdið að fjarlægjast fólkið og ástæði fyrir því að við séum kannski með, eins og núna við erum með, hér erum við með Ísland og Íslenska ríkið og það frekar stutt upp í toppana, við getum haft áhrif einhver leiti á lífið okkar og á leiðtogum okkar og á því leiti það gott en að vera svona fixerið einhvern veginn á hverra þjóðart og það vera einhver ríkisborgar eitthvað, þetta bara í einhverju formi sem að þróast í þessu átt og ég held að þetta muni breytast þegar fram í segir. Veit ég hvernig þetta mun breytast. Síðan spurning. Ef mættir einungis koma einu skilaboði á framfara út lífið til annar einslíka. Hver er þessu skilaboð? Að þora, að hafa trú á sjálft sig. Að standa fyrir sínu. Líka taka ábyrgð á því sem að maður getur tekið ábyrgð á. Að reyna að vera betri manneskja í dag en í gær. Að reyna að hjálpa það sem maður getur hjálpað og þetta er svona helst allt í hendur, skilur. Bara eins og dæmi fyrir mig, ég held að ég sé svona frekar þorinn, skilur, og ég vinn við það að koma fram en ég er samt svona feiminn inn við beinið sko, það var rosalega svona þegar maður þarf einhvern veginn að fara að kynnast fólki og hvað er rosalega svona inn í mér og oft svona bara svona, já nema ég sé einhvern veginn í einhverjum aðstæðum sem ég veit ég á að tala eða eitthvað og eins og þegar ég er að byrja kannski að þjálfa einhvern hóp, ég er bara stressað fyrir fyrstu æfinguna, bara ég er að kynnast þarna 49 krökkum en það er samt þannig að ég vinn við að koma fram og ég vinn við það að skrifa og ég gerði þarna bók síðust jól sem heitir Hrein karfa og þar var ég svona að skrifa aðra og taka viðtal við aðra og mér fannst það að vera rosalega þægilegt og ég var bara svona að segja, fara yfir sögu körfuboltans, fara yfir stjörnunni NBA, WNBA, fara yfir körfuboltafólki okkar, taka viðtal við það og segja hans frá ferlið þess og svo framvegis. En núna var ég að skrifa skáldsögu, eitthvað sem er frá mér, úr hausnum mínum og ég þorði ekki að byrja. Og það þurfti áskorun á mig til þess að það var vorum í meistaradeildakvöldi á Stöðu Sport og þetta var kannski 4. og 5. umferð í riðlakeppninni eða eitthvað, kannski fyrr það var þannig að það var ég með PDF-skal að hreinn í körfu í tölvunni og Reynir Le mikill meistari eru kynst Reynir Leósinni? Ekki nógu vel. Nei, einn af þessum toppgæðum sko. Og einmitt alltaf, hann er alltaf einhvern veginn að reyna að peppa fólk í kringum sig og reyna að hjálpa þér að taka skref upp á við og svo framvegis. Og ég er að sýna reyna körfu, bara svona skrolli við PDF-skjalið. Hún er farin í prentun bókin og ég er bara helviti stoltur á þessu. Og það sem þetta geggjað, næstu jól, úlingabók, skoraði. Þú ert búin að kenna, búin að vera að þjálfa, unnið sem blaðamaður, kannt að skrifa, gera bók. Og þarna var ég bara svona, ok, ég er búin að hafa bók í maganum ógeðslega lengi og er svona
ákveðna senur sem voru búin að vera hjá mér ótrúlega lengi, en ég þurfti hann til þess að ýta í baki á mér til þess að þora og til þess að fara og pitcha hugmyndinni við útgefandan og svona ræðana við einhverja rithöfunda og svo framvegis. Svo annað sem að ég svona lærði í þessu ferli var að viðurkenna fyrir sjálfum mér að ég kann ekki eitthvað. Og það ég á mjög auðvelt með það. Að ég á ótrúlega auðvelt með að skilja það að ég kann ekki allt og þarf hjálp. Og þannig ég segi bara útgefandan, ég þarf góðan ritstjóra. Ég þarf einhvern sem að ég getur haldið í höndin á mér meðan ég að gera þetta. Og ég var með beinagrind, en ég þarf að vita meikar hún sens, þannig ég geti farið og fyllt inn í hana, eða vilju breyta einhverju. Og þar kynntist ég Braga Páli, sem er algjör meistari rithöfundur, sem var að gefa mig mitt út bókina núna Arnaldur Indriðason deyr, sem er einhver finnasta og skemmtilegasta bók sem ég lesið. Mæli með henni. Og hann hélt eins og svona í höndun á mér í þessu ferli og það var mjög gefandi og úrvarði líka félagskapur, talandi svona að fara í bönkarinn saman og standast einhver áskorun. Það var bara svona brotherhood. Og það er þetta einmitt að ef maður þarf að viðurkenna fyrir sjálfum síðan ef maður kann ekki eitthvað. Mér finnst það alltaf að vera mesti styrkleiki fólks og það er alveg eins og þegar Jón Gnarr var borgarstjóri og það talandi óvinsæla skoðun að þótt hann góður borgarstjóri með sumum fast að gegja og öðrum ekki, hann var rosalega svona polarisering í kringum hann. Og það sem að ég dáðist alltaf að í hans svona atferli þegar kom að borgarstjórn var að hann viðurkenndi svo hispurslaust að hann vissi ekki eitthvað. Og hann bara, ég er ekki með forsendur til að dæma þetta, ég er með fólki í þessu og það finnst mér vera rosalega mikil kostur og ég held að það sé líka skilaboð sem að allir þurfi að taka til sín að við vitum ekki alltaf allt, við höfum ekki alltaf alltaf forsendur til þess að taka ákvörðun eða segja fólki til eða svo framvegis, stundum höfum við það en fyrir mér er það alltaf mikill mannkostur að viðurkenna ein takmörk og ein annmarka. Það helst í saman við hugrekki, það er hugrækt að viðurkenna takmörk að biðja hjálp. Þegar hitt hinn eiginlega var svona eitt er í eitthvað sem þú þurfti pussi og sína hugrekki að gera. Sem þarf held ég að mínum að þetta hugrekki líka að átta sig á því að maður er ekki góður villu og að fá hjálp öðru fólki og þarf framtökum. Já, hvernig til mér sem svo fyrir því að byrja með podcast, hvernig var það svo? Ég er svona gauður, ég bara helli mér út í þetta og sem ég bara, ég hef ekki trú að ég viti allt það sem alltaf hreinu, en ég hef trú bara að þegar það kemur og verður á mínu vegi þá hef ég náðu mikið styrk til að díla við það, sko. Þannig að, ég bara keyri á hlutina og síðan bara virkaðir eða virkaðir ekki. Virka, held ég bara áfram. Virkaðir ekki, held ekki áfram. Nei, mitt. Hef auðvitað það líka bara, ok, ég keyri það okkar, það virkaði ekki, þá bara gerði það ekki, þá er hlæg og ég hef ekki, óttast ekki í höfnun eða eitthvað svoleiðis. Ég bara, ég vildi ég vera að staldra við og hugsa hvernig verður þetta, mun þetta vera gott, mun allir fíla þetta, mun þetta vera, þá fer ég ekki að gera hlutin, þá fer ég að efast, sko. Langbest fyrir mig bara að keyra á hlutina það sem ég vil keyra á. Og hafa nógu mikla auðmýkt í að ég mun læra helling á leiðinni og forsendan til þess að verða góður í einhver er að keyra á eitthvað. Það er ekki hægt að verða góður í einhver án þess að keyra á eitthvað. Nei, og það er eins og einn af mínum mentorum bara í lífinu og það var nú í þessu ferli sem ég er í núna, sjónvars og fjölmiðlamennskunni, Logi Bergmann. Já. Og hann talaði alltaf við mig, þetta eru flugtímar að stýra beinum útsendingum og þú getur ekki farið í flight simulator og þarf bara að fljúga vélinni. Þú getur ekki líkt eftir álægin í beinum útsendingum og það þarf bara að fljúga vélinni, skilur. Þú þarf bara að grípa í stýrið og fara með henni upp í loft og það er partur af því að keyra bara hlutina og svo átt að sjá, ok, þetta virkaði ekki og þetta er held ég eina leiðin til þess að læra og það er alveg eins þegar ég er að fara með krakka á fyrstu fyrstu Íslandsmótin, þau er bara hvernig verður þetta og eitthvað svoleiðis þetta verður bara svo bara finnum út úr þessu, sko. Ég tala mikið það, sko, að bara hver einasti meistari byrjaði sem kjáni, sko. Eða meistari morgundagsins sem byrjaði þessin dag, sko. Og þá þarf maður alltaf að hafa auðmýtt í að miða nógu látt og gera hluti, læra,
vera meðvitaður það, auðvitað myndu taka hlýða, sko, auðvitað myndu ekki vera allt á hreinu, en það líka það sem mynd læra á til sem koma þér á þann stað sem þið langar að vera á, eða það sem þið langar að gera. Það virkar ekki, hættu þá að gera það, virkar, halda áfram að gera það, skiptir ekki máli, gerðu bara eitthvað. Það bara eins og ég upplifi núna í mínu starfi, stundum koma útsendingar þar sem að maður bara ekki on it, kannski eða eitthvað, og maður upplifir sig kannski ekki eiga sem besta dag eða whatever, sko. Og þá kemur maður heim, eða það verður einhver mistök í beinni sem maður kannski hafði ekkert stjórn á, sko, teknilega mistök eða eitthvað. Og þá kemur maður heim og þá verður alltaf þessi sársauka tilfinning. Ég var ósáttur við mitt framlag í dag og það besta tilfinningin í rauninni eftir á hyggja sem þú getur fengið, þegar þá bara, ok, hvernig getum við bætt það, hvernig getum við lagað þetta og svona. Þannig að ég held að það þetta mótlæti, það þessi brekka sem maður þarf að hlaupa upp og kannski þegar þessi líking mín sem ég notaði við krakkana sem að þurfa að hlaupa upp brekkuna að kannski hann pínu blekkjandi því að kannski aldrei beint vegur kannski verður þetta bara alltaf brekka og kannski það bara best kannski þú bara vanur að hlaupa upp brekku eða vön og aðri krakkar eru kannski einhverjir eru á beinni braut og svo þegar þau þurfa að hlaupa brekkuna þú vanar að hlaupa upp það getur verið þannig að þegar lífið mótlæti og challenge og allt það 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 sem skemmtilegt við það og það það sem gefur okkur sem að við viljum í rauninni og ég meina eins og núna þetta mjög steikt dæmi en eins og við vorum að koma núna frá Manchester, fórum með báða stelpunar okkar, fórum með eina sem rétt rúmlega 1 árs svakalegt ströggl skilur að fara með 1 árs barn í gegnum allt tjekk og svona þá ég gerir mig fulla grein fyrir við vorum ekki fyrsta fólki í heiminum sem ferðast með 1 árs barn og það mikil frelsisþörf í yngri stelpunum okkar og henni finnst ekki sérstaklega gaman að vera í kerrunni að láta halda á sér, hún vill vera bara á löppunum og helst að snúa öllum hlutum sem í kringum hana á golf og það ekkert kannski vinsælt að orða flugvöllum eða í flugvöllum og tala ekki um í COVID fólk vill ekki hafa ókunnugt fólk í kringum sig en svo eftir á hyggja hafa farið gegnum þetta ströggl og þessi erfiðu klukkutíma þegar maður ferðast bæði í leigubílunum og í flugvélunum og flugvöllunum og allt þetta að það gaf svo ferðinni lit sko, þannig að þetta ramma kannski inn þá pælingu að erfiðið gerir stundum sólskinsdagana svo miklu gleðilegri og gæfuríkari mótsögnin í því að þessi erfiðu hluti gera lífið innhaldsríkara eða ánægilegt einhverju leyti sko og líka bara það var öðnur góð pælingi, manna Viktoría Hermannsdóttir, hún skrifaði bakþangað með þetta einhvern tímann í fréttablaðinu, svona eitt af því sem að mann eftir þegar maður las, hún var að tala sko hvað mikilvægt að leiðast og við erum háð afþreyingu, við erum alltaf að passa okkur að við erum með eitthvað við höndina, við erum að hlusta á podcast eða við erum að horfa á sjónvarpsþætti eða hvað sem hlusta á tónlist eða eitthvað út af því að við hræðumst tómið mér finnst það góð pæling sko kannski á maður að láta sér leiðast þá mætir maður kannski sjálfur sér í rauninni já, og ég alveg þar sko. Ég mikið ég forðast tómið alveg svakalega og það kannski partur að því fæst um þessa spurningu og ég að gera tiltölulega margt og ég finnst þetta allt bara það skemmtilegt að ég finn ekki fyrir því sko en eins og þetta að skrifa skáldsögu bara svona ákveðin leið fyrir mig til þess að fókusa hugsanir mína bara í eitthvað pathway, einhvern farveg og það þegar ég fyrir að þjálfa og þá ég byrja kannski bara 2 tímum fyrir æfingu, ég ætla að gera þetta, ég ætla að gera þetta og ég ætla að kenna þetta og við þurfum að æfa hreyfa okkur á bolta eða whatever og þetta
hjálpa mér rosalega bara að takast á við daginn. Ég bara með þessi afmörkuðu verkefni. Eins og ég vaknaði í morgun og það var og búin að vera að pæla í meistaradeildinni sem á morgun og hinn og að undirbúa það allt og það er svo gott bara, ok, ég byrja bara ég bara skrifa niður í skjal og ég bara senda á þetta sérfræðingana og ég er að halda kontakt við alla og þá ég bara þar og mér finnst það ótrúlega þægilegt að geta bara svona farið inn í þetta það svona, og þess vegna ég kannski líka með svona mörg verkefni og svo annað sem ég nota talandum með ráð og skilaboð að ég veit ekki og kannski klukkuðu nokkra spurningar með þessu og tala óvinnsæla skoðanir og svona ég mikil talsmaður tölvuleikja og raf íþrótta ég nota tölvuleiki sjálfur til þess að svona einmitt, það mikið að gerast og það amstur hversdagsins að grípa mann og þá finnst mér rosalega gott bara að skella með headphoneum og grípa í PlayStation-festringu og það einhverjum sem finnst það skrítið að 37 ára gamall maður sé að gera það en þannig ég og ég ber rosa mikla virðingu fyrir þessum iðnaði því að ég held að hann muni líka talandi eitthvað sem þróast í einhver átt í framtíðinni hafa mikil áhrif og ég mjög ánægður að sjá svona hvað verið að setja þetta í góðan farveg rafíþróttirnar á Íslandi og varum að tala við pappa eins strák sem að svona fann sig ekki í þessum hefðbundni ef við getum kallað það íþróttum sem að flesti krakka fari í og hann var bara komin á fullt í rafsporti og það bara verið að skutla æfingar og hann sagði bara, þannig fyrsta skipti sonur minn að biðja mig um að skutla sér æfingar þetta var alltaf öfugt hann bara, við erum að leggja stæði, við líkjum að þetta seint og það ráð sem ég myndi vilja gefa fólki að ef að hversdagsleikin að grípa í öklan á okkur og draga okkur niður það var alltaf gott að flýja til verðdansk til verðdansk, já í Warzone, eða bara eitthvað þetta eins og skrifa eða bækur eða myndir eða þættir, þetta allt takk fyrir að leyfa mér að fara eitthvað þegar ég get ekki farið neitt í rauninni þannig að það ástæða af hverju við tölum sem líka byrjum, bara fjölmiðlar í COVID, list tónlist hvað þetta allt saman ógeðslega mikilvægt sko. Þetta gerur okkar að manneskjum að einhverju leyti sko. Algjörlega og þetta, þannig að ég nota orðið nota og því ég nota tölvuleiki til þess að hjálpa mér sem vopn Kjartan, ég held að séum bara orðin heldur góður allir að næla sér í bókina Samnaliði sem vilja efla lífshæfni hjá börnunum sínum. Já, bara dæmi það, svo ef ég má bæta inn í, að það kom upp gamli kennarinn í mér. Hún skrifuð frá 3 sjónarhornum. Þannig að þetta dagbók Lóu, dagbók Barkar, sem eru aðalheitjurnar, og svo eru fréttir skrifaðar það sem að gerast, það koma reglulega. Og þú sér líka Facebook-posta og svona, sem lesandi, og SMS og svona. Og það þjálfar, það alls ekki allir atbyrðinni, þá hefði þetta orðið svolítið svona mikla endurtekningar, en stundum eru þau að skrifa sömu atbyrðin út frá sínu sjónarhorni, sem ég held að þjálfi líka krakka í að meta upplýsingar, og svo kannski þriðji vinkillin að líka fréttavinkillin, skilja það, ok, akkur þetta svona, akkur, þú veist, Lóa var stödd þarna þegar þetta gerist, en Börk var næri þessu, hún upplýður þetta svona, hann upplýður þetta svona, fréttamiðlinn upplýður þetta svona, eða þú veist fréttamæðurinn, þannig að gagnrýnin hugsun. Já. Og líka taka inn sjónarhorn annara, sem mikilvægt eiginlega vorum að tala hópa á móti hópum. Já. Ekki það að þau eru frekar sammála hlutina, krakkarnir, sko, en það ekkert mikið að rífast, en það allir ein pæling í bókinni, hvor á hugmyndina að ákveðinu sem gerist, þau eru bæði á því að þau eigi hugmyndina, sko, þannig að það er líka, það er svona þetta sem að þjálfa krakkarna, sem ég er mjög gaman að, alltaf aðeins að challengea börnin og úlingana og svona íta þeim áfram. Algjörlega. Ég ætla að lesa hana. En takk innilega fyrir að koma. Mér fannst alveg frábært að spjalla við og hefði getið haldið áfram minna, það eru margar klukkutíma viðbót. En bara gangi vel áfram í þínu og takk fyrir að gefa tíma. Takk fyrir að bjóða mér.